Ég heiti Tara. Og ég heiti Judith og þessi þáttur í boði BF atferlisráðgjafar. Jæja, þá erum við bara mættar aftur, Judith. Heldur betur. Þáttur 2. Þáttur 2. Og í mynd. Við erum búin að stíla okkur svona upp og eitthvað. Á betri hliðinni, þetta er betri hliðin mín. Já, þetta við snérum við. Þau náttúrulega fengi ekki að sjá það síðast, en við vorum akkurat öfugt. Ótrúlega satt, eigum við bara sikkvara betri hlið. Já, Man lendir ekki oft í því. blessunarlega. Annars var þetta svolítið vesen. En hvað segirðu? Fyrst þátturinn búið að gefa hann út? Já. Ertu búin að hlusta á hann? Já, alveg örugglega 3 svar. Ok. Og það kom alveg svona mómenta sem ég var eitthvað, nei. Já, en svo líka líka. alveg, þetta var góði punktur, geggjað. Já, maður líka svona venjast bara röddinni sinni einhvern veginn. Já. Fyrst í upptöku. Já. Ég er bara svona, ljómaði svona. Og líka þessi frasar kannski. Já. Veist, þetta, akkurat, algjörlega, veist, 100%. 100%. En ég er búin að fá alveg svolítið margar spurningar. Bara, Tara, hvernig kom þetta til? Bara þú ert bara að byrja með podcast. Já. Er þú ekki búin að fá spurningar? Jú, alveg einhverjar. Já, þannig að kannski við segjum... Ekkert eitthvað eins mikið kannski og þú. Nei, þú veist aðeins búin að kynna fólkið að betur. Já, en líka bara fólkið mitt bara, þetta er alveg líkt mér, bara jú, ok, þú ert bara komin í eitthvað podcast, ok, vel gert. Já, þú veist. Ungur og kvatvís. Já, jokes. En kannski við fyrir aðeins bara svona fyrir hlustendur, hvernig þetta podcast byrjaði. Há sem sagt var það hann Helgi, sem er sálfræðingur og atferlisfræðingur, var leiðbeinandi þinn. Þannig og sem að honum datt þessi frábæra hugmynd að stofna podcast. Heldur betur. Og fekk þig auðvitað. Hringdi mig. Og hann var fyrst eitthvað Judith, ég er með hugmynd. Og bara, og vera kannski örugglega að hugsa eins þetta, en þetta verður að vera þá alveg legit og þú verður að vera til í þetta. Ekkert eitthvað svona evins, eitthvað, þú veist, út og inn. Og já, þú ert svona manneska sem getur mögulega verið bara til í þetta og ég alveg skjóttu 100%. Og hann eitthvað, hvernig líst þér á að vera með podcast átt í boði BF atferlisráðgjafar og ég man hann byrjaði eitthvað svona, ætlar örugglega að fara í hennan sannfæringar bara herðu, já, þú veist, þetta er því svona og svona þú fengir að gera þetta, en ég var bara eitthvað, já, bara ég geðveikt til í þetta og hann eitthvað, já, fyrst lögðum við upp úr því að ég er bara svolítið ein, eða þú veist já. Og myndi taka viðtal við hina á þessa flotta einstaklinga og ég alveg, ok, og þá byrja alveg púlsinn alveg, ok, jú bara, ok, ég væri til í það en svo sagði hann eitthvað, en ég menna svo væri kannski líka þetta að fá okkur aðra með þér í þetta og við svona spjöllum og út frá þessu spjalli að þá bara, já, það væri líka kannski geggja bara að hafa teimi, eða þú veist mögulega út að ég síðan svaf ég aðeins á þessu og síðan heyrðustu aftur og þá var hann búin að ræða við líka aðra samnemendur og sem eru líka í handleiðslu í honum og það voru einhverjar kannski meira til í það, þú veist, ef þetta væri kannski nokkrar eða, já. Og fyrsta sem ég hugsaði var bara, ok, ég ætla að fá Töru í þetta með mér ég bara, bara við erum svo í sync þegar kemur að bara ég veit það ekki, bara vera svona bubbly og málglaðar og svolítið flippaðar en faglegar og hvernig ég sagði já af því að nú er ég svolítið yes-menn líka ég hringdi, þetta var í desember ég var á Tene þú varst á Tene á mögulega 4. bjór þannig ég bara já, þetta er geggjuð hugmynd og ég hélt örugglega eins og Helgi hélt með mig ég hélt að ég þyrfti aðeins að sannfæra þig en þú varst bara, bara geggjað en kannski af því ég var á Tene í 4. bjór ótrúlega mikill afslöp en ég bara jú og nú var kallinn líka að stofna podcast, þú sagði það já, hann er með podcast líka þannig að sumir vilja meina að ég sé svolítið að herma en markmið okkar er bara að verða vinsælli heldur en hann já, vá, við erum svo keppnis líka en já, nei, algjörlega og þannig úr þessu var bara þetta skemmtilega ævintýri til og þetta er bara ennþá í svolítið í svona mótun já, og þetta er bara mótun við erum ógeðslega spenntar já, og við erum alveg komið bara heilt doks af hugmyndum yfir komandi þáttum og mögulegum viðmælendum já, ótrúlega spennandi og flott fólk já, mjög margir búin að segja bara já nákvæmlega, það verður alveg verið áhuga að koma til okkar þannig að það er mjög jákvætt en kannski ef við förum út í það sem við ætlum svolítið að ræða í dag
skemmtilegu þáttur, finnst mér. Já, við ætlum að fara svolítið inn á eftirlit og svona aðalega svona eftirlit með börnunum okkar, svona í ljósi umræðana. Já, út frá bara þessum hitamálum sem eru svolítið núna í gangi í samfélaginu. Bæði út að, hegðunarvandar að aukast og svo náttúrulega þessi þættir sem við erum nýlega búin að horfa á. Adolescence, er ekki heita rétt? Jú, ég held að, ég var alltaf að segja ég var alltaf að segja eitthvað svona adolescent, eitthvað, alltaf bætingum hljóðum við og bara, adolescence. Já. Þið bara senda okkur línu, þetta eitthvað rátt. En hérna, við ætlum aðeins að svona kryfja það, því það er búið að vera ógeðslega mikið umræðin og okkur langaði svolítið svona okkar take. Og bara öllum áttum, þú veist, já, bæði, þetta er náttúrulega eðlilega vekur upp mikinn svona óhug. Já, ég var alveg í magan með þess að þetta og spennu, ég var bara, ég var eiginlega bara í fósturstellingu að horfa á þetta og þú veist, náma neglurnar, ég er svo mikið nagari, sko. Líka loka þátturinn að því ég var alveg vissum að bara það kemur ljósa, hann hafði bara verið saklaus og þetta hafði verið bara eitthvað svaka. Ég held að flestir voru þar, en það kannski átti líka svolítið að leiða fólk út frá því að eða svona í byrjun. Að þættir eru líka vel þannig. Það er vel happy ending, skemmtefni. Þetta var alveg bara að maður sat alveg eftir, sko. Já, rosalega. En við ætlum að, kryfja það upp, koma mögulega með einhver hagnýtt ráð, svona atferðlismiður ráð. Já, svona aðeins bara, ráð út frá svona, hvernig getum við haft betra eftirlit með börnunum okkar, af því að þetta er bara, ógeðslega stór þáttur í uppeldi. Er þetta eftirlit? Í dag, sérstaklega út frá samfélagsmiðlum. Já. En ég veit það ekki. Hvað var það svona mesta? Þú veist, nú var þetta 4 þættir. Já. Við getum öll verið sammála að 3. þátturinn var svona mest tens. Já, það var það sálfræðingurinn. Var að tala á hann, það var bara þannig að þerapíu, ég held að það hefur verið bara allir þátturinn, sko. Það var bara inn í þessu herbergi, en mér minnið það. Getum við rætt hvað hann er góður leikari? Þetta er fyrsta eitthvað svona stóra sem hann leikur í, sko. Ég líka las það einhvers þar og nú bara correct me if I'm wrong. Þú veist, ég heyrði að þetta var allt tekið bara svolítið í einni senu, hver þáttur? Sko, þetta var allavega tekið allt á svona eina myndavél, já, ég myndi það. Því að myndavélinn fylgdi eftir, sko. En ég held þetta hafa alveg nokkru tökur. Já, ok, ég hugsaði bara, en fyrst þetta bara correct us if we're wrong. En burt sér frá því, bara, litli leikari. Galinn leikari, sko. Bara, En bara, þú veist, mér finnst bara svo magnað, þú veist, við þess að þætti bara, þú veist, af því að nú eru samfélagsmiðlar náttúrulega bara rosa mikið verið að tala um það. Og bara, þú veist, bara hvað geta verið skaðlegir og þú veist, bara hvað er lítið eftirlit og þú veist, magnað, þú veist, bara, hún var bara vinkonans, kannski var hann svona skotin í honum í þáttunum og svo kemur það bara í ljós að þessi, þú veist, tjákn eða það sem hún var að setja undir myndirnar bara þýtti bara eitthvað, var bara svona einheltismál og þetta er alveg, þú veist, ég hefði ekki hugmyndum þetta, þú veist, að tjáknin þýði eitthvað, að því nú er að tala um að þú veist, þú getur keypt eiturlyf bara í gegnum TikTok og jafnvel Instagram og eitthvað bara, það er bara eitthvað sérstætt merki. Já. Þú veist, ég er alveg glærgakvart þessu. Akkurat. Þú veist, og ég held að flestir foreldrar séu það. Ég verð sem þetta vikuna, þegar það kom að þessu þarna með táknin og lögreglumæðurinn er hann inn í einhverju rými í kennslustofunni, í skólanum að tala um son sinn. Já, og hann er svona að setja hann svolítið inn í þetta, bara þetta með að þetta hjarta því þetta og þetta því þetta og þú veist, ég fekk samt strax bara svona ding, bara vákvæði mann samt, ekki kannski á svona niðrandi hátt, en auðvitað las maður í allt eins og þessi blessaði, nú langaði mig að blóta, maður ekki. Það má allt en þú veist, blikkallinn, fattar mig, sem að vera pirraður þegar maður fær blikkall, allavega sem úlingur. Já. Þú veist, þá var það þessi blikkall og margt, þú veist, út að við vorum náttúrulega þegar uppi var MSN. Já. En þá voru samt ekkert eitthvað svona leynd skilabóð á bakvið. Jú, mér fannst það samt, þú veist, eins og þegar, og ég man á MSN þá var svona, þú gast hakað í eins og ef þú varst smittin og það þýtti alveg, og ef þú varst smittin og ykkur önnur var smittin, þá þýr að þið voruð svona ætam. Ég fattar mig, þú nú kannski... Nú líður mér eins og ég sé 100 ára. Já, Tara, come on. Það er ekki svona... Manstu ekki eftir þessu? Nei, ég bara veit ekkert hvort að tala. Jæja. En allavega, ok, kannski er ég bara... En þessar bjöllur, eða þú veist, þetta kom... Já, en samt, þú veist, að það var svo mikið neikvægt, þú veist, að út frá svona saklausum tjáknum eða emojis eða eitthvað. Já. Þú veist, það var svo mikið neikvægt baka þetta og bara augljóslegt einhelti í gangi í rauninni. 100%. Þannig að þú veist, ég veit ekki, mér finnst bara, við þurfum að vera svo miklu meira bara
sem foreldrar og samfélag því þú veist, nú kennarar líka að díla við bara símanótkun og eitthvað svona þurfum einhvern veginn bara svona að samstilla okkur og bara hugsum þetta bara sem bara svona bara þjóðarvandamál eða skilur, þetta er ekki bara vandamál foreldra, þetta er bara svona að því að það þarf líka bara að fræða þessu ungmenni skjánótkun meira og það er að fræða okkur foreldrarna og það er að bara alla, þú veist, að því að bara svolítið herferð, þú veist, sameiginlega herferð 100% og að við tökum á þessu máli saman og líka bara hvernig við tökum á þessu máli af því þú veist, það er ekki hægt að segja við foreldrar bara, þetta bara síman á barninu einu eða bannaði bara að vera með samfélagsmiðla, þú veist, þá þarf eitthvað aðeins betri, þú veist, verkfæri hendurnar, hvernig ætla ég að gera þetta þú veist, og það maður hefur heyrt við foreldrar segja bara, ég get ekki tekið síman á honum, hann verður bara brjálaður þannig að þarna þarf augljóslega foreldrarinn aðeins meiri leiðbeiningar ekki bara, já hann má bara horfa í hálftíma það stendur hérna, að skjánótkun fyrir þannig aldur 30 mínútur, gerðu það bara allir vinninir eru á þessum að þú veist miðli og líka þú veist barnið úlingurinn minn fer bara í þetta þegar ég sé ekki til eða þegar ég er að vinna eða þá nær henni síma og hvað maður að gera þú veist þannig að það þarf eitthvað svona það þarf eitthvað svona, ég veit að margir skólar hafa verið að bjóða upp allir með svona fræðslu fyrir foreldra skjánótkun maður hefur séð það maður hefur séð það, en þú veist, mér finnst það ætti að vera bara svona allsríkjandi, þetta ætti að vera bara í öllum skólum og þetta bara þú veist, ég allavega myndi, þú veist, óska eftir þessu sem foreldri batts í grunnskóla, bara fá svona svo finnst mér, við erum svolítið tvístru í þessum málum, finnst mér þú veist, nú er búið að hefur maður heyrt Norðurlöndin og önnur lönd að sitja bann á síma þú veist, í grunnskólum og sumir alltaf grunnskólum með það og nú er það byrjaði nokkrum skólum hér á landi og nú var þetta tekið fyrir á Alþingi ef ég veit ekki betur að koma þessu nei, þetta var ekki greitt en margir eru með, margir á móti þú veist, sem segja bara ég meina þetta er komið til að vera á maður ekki frekar að leiðbeina börnunum úlingunum okkar, kenna þeim á þetta en þannig er samt búin að setja okkur slemlega pressu á, þú veist, eða kennararnar því þú veist, ég sem foreldri er ekki að kenna barninu mínu á símanótkununa sína í skólanum þú veist, þarna ert að setja boltan yfir til kennarana og mér finnst bara ég er bara rosalega först á því bara ég var símabann í öllum skólum og ég veit að það er ekki allir sammála nei, sko, fyrir svona 2 árum þá var ég rosalega á því ég var bara símabannið og ég man ég átti alveg tens samræður við systur mína sem er grunnskólakennari en bara skemmt, þú veist, þetta var svona uppbyggilega gagnrýni, þú veist, við vorum bara svona elskum að tala svona saman, því þú veist, við erum mjög ólíkar en á mörgu leiti líka en hún hefur sterkar skoðunar á sig eðlilega og ég hafði það líka og gera það, ég menna börnin okkar elstu eru 3. bekk að fara í 4, þú veist, þetta er alveg þetta í gelgjuna ég er að sjá svo mikla gelgjuna núna en þetta voru þetta eru samræður sem maður þarf að eiga og ég er alveg á því að mér finnst þetta algjör óþarfi þú veist, skólinni á að vera griðastaður og það þarf ekki símana akkur þarf símana þú veist, nú eru allir skólar komin að iPada og oft bara fyrir allan bekkin og iPada á hvert barn akkur þá líka síman að tala með símana, það sem að ég hefur sterkar skoðun eins og alltaf en þú veist, mér finnst bara þú ert líka, ef að segjum að það sé tímanahópur 7-8 eru með síma og eru bara í símanum og eru að tala um svona úlinga en ég er að tala um í skólanum og þá þú veist að útiloka það sem er ekki með síma þú veist það og þú ert líka útiloka bara þetta social bara interaction þú veist, bara samskipti og þú veist, og mér fannst einmitt ég fór svolítið út þannig með iPadana þetta náttúrulega snýst símanótkun þú veist, og sérstaklega í frímínútur ég meina, ég man alveg eftir að vera í frímínúturum í 9. og 10. bekk og ég var með hvað heitir þetta? iPod þú veist, þá var maður að hlusta en maður var að hlusta með einhverjum og ég, þú veist, það er oft þannig að maður sér þú veist, maður sér úlingana á TikTok að dansa og eitthvað, þú veist, þetta finnst mér alveg flott en síðan, þetta er ekkert eitthvað að efla eitthvað færni kannski á þeim sem eru svolítið inn í sér sem eru kannski ekkert félagslega sterkir sem þá er þetta ógeðslega þægilegt fyrir þá bara að fara í eitthvað hotn eða þú veist, út í glugga og bara vera og bara skrolla og þú veist, þetta er svo mikið mein fyrir heilan, þú veist, þetta er bara svo heilalust, bara þetta skroll og hvað gerir svo barnið þegar það kemur heim ef það er ekki, þú veist, í einhverjum frístundum, þú veist, einhverjum íþróttaiðkun
það fyrir kannski bara að skrolla, þú veist, maður veit ekki, skilur, þannig að þetta svo mikið svona exposure sem að ekki góð. Nei, og rannsóknir hafa líka alveg sýnt að þetta ekki gott, þú veist, og þú veist, og mun bara gera það ennþá meira í framtíðinu þegar komin, þú veist, bara lengri inn í þetta, en það sem líka bara, og þegar nú erum við að tala eftirlit og eitthvað, eins og í þáttunum, að þú veist, við verðum sem foreldrar að hafa eftirlit yfir sem samfélagsmiðlum, af því að náttúrulega, nú 13 ára aldurstakmark að ég held á flesta þessa, þú veist, eins og TikTok og já, 12, 13, 14, YouTube og Instagram og okkur svona, ég held að sé 13 og þú veist, 13 ára krakkarnir eru ennþá börnin okkar og við verðum bara, við getum ekki sleppt frjálsum, þú veist, í þetta af því að þetta bara ég skítrætt við þetta er bara frumskógur af því að þú veist, það er hellinga og fallegu efni þarna og bara einhverju, þú veist, bara það fallegasta sem við getum fundið og það ógeðslegasta sem við getum fundið þú veist, bara þú veist ekki hvað barnið getur komist í og svo líka bara þau verða miklu klárar á þetta en við af því við erum kannski ekki inn á því sama á þeim og bara, þú veist, bara það er svo margt sem getur gerst og ef það ætlar ekki að vera með eftirlit yfir þessu, þá er þetta eiginlega bara svolítið búin að sleppa því að vera foreldri þegar það kemur að þessu. Það skilur mig, þú veist, skilgreining sem foreldri, þú þarft alltaf að hafa eftirlit, þú hleypir ekki úr barninu frjálsi í útlöndum eða það hvað í frumskóginum, bara þú hleypir bara hérnum og ég hitti þið hinum megin við skógin. Þú veist, þarna, ég meina, þú veist, þú veist ekkert hvað barnið þetta er að gera á netinu. Það er bara, þú veist, og líka bara af því að þá getur haft alveg gott eftirlit með, þú getur verið með, þú veist, Instagram-reikningin hjá barninu inn á þínu Instagrami, þannig að þú getur fylgst með. Þannig ég held líka bara margir foreldrar sem eru kannski ekkit mjög, bara svona, smá tækni eftir, þeir þurfi kannski bara líka leiðbeiningar, hvernig geri ég þetta? Af því ég var látt samtal við foreldrar sem bara vissi ekki af þessum hlutum, vissi ekki að það geti verið með Instagram-reikningin á barninu sínu hjá sér og ég veit að við þurfum líka að tala þú veist, ákveðið, þú veist, bara svona privacy fyrir úlingin en barn sem 13 ára til dæmis og nýkom með Instagram eða yngri, skilur, og líka yngri ánáttúrulega ekki að vera yngri, skilur. Nei, en það er bara raunveruleikinn að börn í dag eru inn á þessum miðlum. En já, þá, þú veist, en ég segi, skilur, þú veist, að bara eiginlega samtali, þú veist, ég bara, því að þú veist, bara tala við barnið þetta og segja bara, já, þú veist, nú ert þú 13 ára, þú mátt fá þér Instagram-reikning, þú veist, ef þú sem foreldri ætlar að leyfa en svona eru reglurnar, ég þarf að vera með það í mínum síma líka, því að þú veist, þetta er eitthvað nýtt fyrir þér og ég ætla bara að hjálpa þér að læra á þetta, þú veist, eins og bara við samþykjum ekki ókunnuga, bara svona að fara yfir, þú veist, þannig að reglurnar eru kynntar fyrirfram fyrir barninu, þannig að, þú veist, barni fá ekki bara hérna Instagram og eitthvað og svo kemstu af því kannski ferði í símann hjá barninu og sérð bara eitthvað, hann er bara að tala við fullt af fólki og ég ætla bara, nú ætla ég bara að eyða appinu og bara, þú veist, við erum að bara geta grimmar afleiðingar en barni vissi aldrei, skilur þú veist, reglurnar fyrirfram. Ég held að þetta sé mjög algengt að bara, börnin fá þetta af því að allir eru með þetta, það koma aldur, en það er ekki, þú veist, það er engin kynning á barninu bara fyrir hvað þetta er og hverjar eru hætturnar, skilur mig. Ég get ímyndað mér að þú veist, þetta nú er ég ekki komin þangað í uppeldi að þú veist, barnið mitt er náttúrulega ekki árið 13. Nei, ekki ég heldur, en skoðanandi mín eru mjög sterkar. Já, vissulega, klárlega, en hann fær að horfa alveg ýmislegt með okkur foreldrum sínum, eða þú veist. Já. En ég nýt frekar þessar stundir að við erum ekki bara að horfa og segjum ekki orðið í 2 tíma. Þú veist, ég náttúrulega bara babla út í eitt, en ég nýt einhvern veginn og reyna að nýta hver tækifæri, þú veist, bara einmitt til skemmtunar með honum, þú veist, þessi samverðstund, en líka bara kenna honum, bara, vá, eftir að sjá þetta atriði, hvað er að gerast þarna? Þú veist, þarna hefði ég aldrei og guð hvað það var sorglegt, sér þetta? Þetta og krakkar, þetta er klárlega einelti, sjáu ég hvað, þú veist, þetta. Já, og þú veist, og mér veist, það eru örugglega margir sem bara svona, ok, hérna er aðgangurðinn, þú mátt fara á Instagram, þú veist, við gerum ekki þetta og við gerum ekki svona og þú veist, skilur bara þetta sem er svolítið common sense, þú veist, og þú pósta kannski ekki myndum af þér svona og hins einn, þú veist, þannig, en það er ekki verið kannski að fara í hætturnar sem leynast á baki sem ekki sýnilegar, þú veist, eins og bara þessir áhrifavaldar, þú veist, hvað skilaboð eru þau að Já, og líka þá bara eiga samtali, ekki bara vera eitthvað að banna barninu, bara ekki fylgja þessum áhrifavaldi, ekki þessum, heldur bara eitthvað, ok, þú veist, já, hann var að segja þetta, en ég held líka kannski bara fólk, en ég held líka bara kannski að, þú veist, fólk er ekkert endilega meðvitað áhrifin af því að vera, þú veist, að vera að horfa á aðra og skoða og líka einmitt fyrir, þú veist, bara, börn eru svo berskjöldu inn á þessu, bara fyrir alls konar, þú veist, fyrir einelti, eins og bara kemur svo sterklega fram í þessum adolescence þáttum
þú veist, og það sem já, og bara þessum áhrifum, þessum neikvæða áhrifum sem að barn getur fundið, eða þú veist, að vera inn á þessu, eða skilur og mér finnst svona, það sem ég get tekið út frá þessum þáttum svona, hvað var þar uppeldi mitt á, þú veist, börnunum mínu, nú ég bæði strák og stelpu og maður gætt lesið ýmislegt út frá þessum þáttum bara bæði svona uppeldi drengja og stelpna og þú veist, og hérna, það sem mér fannst svona vekja mest óhug hjá mér kannski aðalega bara þessi, þú veist, það var mikið talað svona male rage og þú veist, og bara að þurfa þetta validation, þú veist, þessa viðurkenningu og bara, og það kannski, þetta kannski ekki besti miðillinn til að fá það, þú veist, þarna eru alls konar áhrifavaldar, þú veist, bæði góður og slæmir og, þú veist, æskilur mig, þú veist, hætturnar eru oft svo duldar, æskilur mig. Já, 100% og líka þú, af því þú talar þú veist, þetta, þú veist, þessi viðurkenning og þessi svona karlmennska eða svona manly, bara þessi eitraða karlmennska sem er ofta að finna og sem samfélag mikið að tala þetta er svolítið ríkjandi í dag, þú veist, þetta, hvað heitir hann? Tate Andrews, hvað heitir hann? Manni ekki hann, áhrifavaldurinn, toxic áhrifavaldurinn. Já, ég ætla bara svona hælti, akkur munum við ekki, já, ok, en ég veit að áhorfendur okkar vita örugglega alveg, þú veist, hvernig við talum, já. En hérna, allt þetta, þú veist, það er bara verið að koma svo mikið svona toxic masculinity á framfæri núna í dag. Já, og eins og maður kannski þekkti líka þegar, þú veist, þegar við vorum yngri, þú veist, það áttu strákar bara að vera ógeðslega harðir af sér og þeir áttu ekki sína tilfinningar og þeir áttu bara, þú veist, og það var sagt við þá bara ekki vera svona mikið stelpa þeir voru að sína einhverja tilfinningar, þannig að þú veist, það var gert lítið úr því og einmitt svona, sem er alveg svona smá búa, þú veist, svona aukast finnst mér, sko. Og einmitt eins og, þú veist, við erum að tala skilur, þú veist, þetta bara adolescence og við erum að tala hegðunarvanda í börnum og þú veist, nýfstungu árusinn þarna, þú veist, bara hræðilegt, þetta er bara ungir strákar í bæði skiptin og eins og við höfum talað að þú veist, hérna, þeir byrja ekkert að verða árásagjarnir eða þú veist, það byrja ekki einhver svakaleg reiði eða einhver vanlíðan að myndast þegar þeir verða úlingar. Þú veist, þetta byrja þegar þeir eru lítil og þetta, þú veist. Já, þeim kent, ekki kent, þú veist, þeir þurfa að bæla. Já, bæla tilfinningar. Og það fylgir oft svo mikil skömm, nú alltaf ekki þetta alhæfa, en maður sér þetta og maður kannski hefur óvart gert þetta, þú veist, kannski í ykkur strefsi, bara þú veist, já, svona bara áframgakk, þetta. Já, bara svona harka af þér, þú veist, bara á strákar ekki mátt sína tilfinningar. Þetta eru frasar sem maður heyrir ógeðslega mikið, þú veist, bara hætt að gráta, þú veist, bara harka af þér, þú veist, ekki vera svona viðkvæmur, bara slappa af, slakað á, já, nákvæmlega. Svona, þetta er allt bara suppress. Já, einmitt, bara, þú veist, þeim ekki kent bara þetta, einmitt, bara hvað felst í að vera sterkur í dag. Fattar mig, ekki í dag, bara hvað felst í að vera sterkur, þú veist, það felst í að geta framkvæmt hluti af virðingu og sjálfstjórn, skilju, frekar en af ótta, eða fattar mig. Já, algjörlega, og líka bara, þú veist, þarft ekki alltaf að harka af þér, þú veist, jú, kannski, þú veist, alveg stundum, en þú veist, líka bara að geta, þú veist, eins og þetta hafa bara svona opin samskipti og þú veist, það sé ég að lægja sína tilfinningar og það sé bara, þú veist, á báða bóa, skilur, hjá stelpum og strákum, þú veist, þetta sé ekki, að því, þú veist, ég var að horfa á hvað við tal við einn þekktan körfuboltaþjálfara sem ég gerir bara ráð fyrir að hlustandi viti hver Það var að tala sem sagt, þú veist, það var búið að vera mikill hegðunarvandi í grunnskóla á Breiðholtinu og hérna bara alvarlegt mál eðskilur sem kom í fréttirnar og eitthvað og svona fyndi þegar pólitíkin tekur við þá allt í einu bara opnast pláss í Brúarskóla. Já. Búin að heyra að vera á bið lengi en allavega fyrir sér á því, þú veist, hann kemur hérna í þetta viðtal. Já. Bara svona, já, ég veit hvað við talaðu þetta tala. Hann segir hann bara eitthvað, hann getur sko bara að laga þetta á mánuði. Akkurat. Og ég alveg bara, ég hlusta á þetta viðtal og ég var bara svona, hann bara, það þarf bara að, þú veist, það þurfa bara að vera alvöru afleiðingar, það þurfa bara að skammakrókar, þú hér og ég var að horfa á hann mann sem bara að svaka að prýtsa hvað hann góður þjálfari og okkur svona. Akkurat. Og svo hendur hann í þetta, skammakrókar.
bara, og líka, hann ætlar að laga þetta á mánu djöfull væri ég til í að sjá hann, mæta upp í skóla og laga ástandi á mánu og svo er hann eitthvað, já, svo bara þarf maður ekki bara með, þú ert líka bara að kynna spönnunum og tala við þau hvað er það að kennararnir sé að gera þetta og svo segir hann líka að aðal vandamáli sé foreldrarnir og hann er bara búin að kasta þeirri sprengju bara aðal vandamáli foreldrarnir og bara þú veist, þeir eru bara verndasti hópurinn og bara það má ekki segja neitt þá og fyrir bara að grýta bara einhverju sprengju á foreldrarna og geta þetta alhæfa Ég veit ekki betur en svo að það eiginlega alltaf, ég veit það ekki, þetta er svolítið verið að kasta boltanum að milli, þú veist, þetta er annarkvort skólinn eða foreldrarnir. Já. Skilur í svona umfjöllun. Já, 100%. Og þú veist, ég er ekki að segja að foreldrarnir séu, þú veist, að liggi ekki einhver ábyrgð hjá þeim, en bara svona hvernig kastar þessu fram, svo ótrúlega, já. Tekur aftur orða og er með rosalega sterk statement þannig. Já, og líka bara svona hvernig kastar þessu YouTube lögð á mánu. Hversu margir sérfræðingar eru búin að fara inn í skóla og hjálpa til við að vinna. Þetta er bara risastórt verkefni, skilur, og ég meina, þú veist, sérstaklega í Breiðholtinu, það er bara ótrúlega mikið að mismunandi menningarheimum. Og nú ert þú veist, og það má alveg taka það fram. Þú ert að vinna. Já, ég er að vinna. Við ráðgjafastörf. Já, í Breiðholtinu. Í Breiðholtinu. Þannig að þú ættir að tala bara út frá einu reynslu að svona, þetta er ekki alveg svona einfalt. Nei, þetta er ekki svona einfalt, að líka bara nú í Breiðholtinu er bara ótrúlega fjölbreyttur menningarheimur sem er bara fullt af spennandi tækifærum og líka fullt af áskorunum, skilur, og þú veist, það er bara rosalega mikilvægt að taka tillit til þess, heldur en að koma með bara eitthvað svona, ég bara hugsa mér að ég var í kennari Breiðholtsskóla, ég hef verið bara raging eftir þetta. Já, eða fóreldri skilur af fullt af frábærum kennarum frábærum fóreldrum og þú veist ég bara svona líka bara að kast þessu svona þetta lagið á mánu þetta er bara þú veist það er bara en þú veist samt klálega eitthvað sem þarf að laga og þetta þarf að líti alla hliða þú veist það þarf að líta á fóreldrina líka sko ég er samt alveg á því það er ákveð agaleysi í gangi þú veist og það er ekkit bara og ég er ekki fara eitthvað að benda á hinni að þann, þú veist, það er engin lausn í því að vera eitthvað, sögudólgurinn eru fóreldrarnir, nei, þetta er skólinn þetta er símanótkun, þú veist, virkar ekki þannig. Þetta bara samspil margra hluta. Áhrif, þetta er bara samspil umhverfið sem er að hafa áhrif. Já, veist, þetta er samspil margra þátta og breyta og það þarf bara allir að taka höndum saman og vinna saman og ég held að allir segja að gera sitt besta en það þarf einhverja breytingu. Það er augljóslega ekki allir að gera sitt besta sko. Við getum alveg verið sammála það. Já, eðlilega. Annars væri það allir sé að gera sitt besta og líka bara þau ert að gera sitt besta ég veit ekki, mér finnst ég alltaf geta bætt með einhverju sögum. Já, ég veit það, þetta er alveg rétt þegar þú segir þetta, þú veist, maður segir alltaf já, ég er að gera mitt besta, en þú veist, er maður alveg er maður. Þú veist, kannski á einhverju svið, en ég held að þú getur alveg alltaf litið inn á við og en maður er líka bara svo fljótur að segja þetta bara, já, ég er að gera mitt besta. Já, en þú veist, er þetta ekki meira þá kannski uppgjöfin sem er að tala? Jú, uppgjöfin, streita. Og það er því lík uppgjöf og streita í samfélaginu, þú veist, ég er bara að tala út frá sjálfur mér. Eða þetta er með, þú veist, og líka bara... Já, mörgum öðrum líka, og mér finnst bara ótrúlega margir bara að tala þetta og maður fær bara svona, bara, eða skilurðu, þú veist, maður finnur þetta svolítið á öllum bara stjættum samfélagsins og þú veist, og bara öllum að fattaru mig. Já, 100%, það er alveg rosa mikið, ég get alveg tengt við það líka, mér finnst að finna það bara út allt, mikil streita, en það er að loka með sumar, eða þú veist, mér finnst maður finnur alveg svona, það er svona vorlykt í loftinu og veistu hvað, ég vaknaði morgunin, það eru 3 í garðinu mínum og ég vaknaði við fuglasöng daginn, ég var bara hvað, þú byrjar náttúrulega í sveitin að það gleymist. Sko, mér finnst þetta ekki verið sveit, en þetta er klárlega sveitin mér. En ég vaknaði með hana fuglasöng, svo fekk ég mig kaffibolla og svo fór ég út með dóttur mín í vagnin, þá heyrði ég í lóinu, ég á bara sumarið handa við hotnið, bara en svo 2 mínútur seinna þá var, þú veist, 3 stiga hiti og byrja að snjóa. Það bara haglíla áðan, sko. Já, haglíla bara áðan, nákvæmlega. Svo kom sól, svo kom aftur haglíla, ég bara ákveði ykkur. Nákvæmlega. Hvað eru ástíðnar? Hvað eru þær? En mér langaði líka að koma inn á eitt af því að nú erum við að tala um eitthvað svona, þú veist, við erum búin að tala um eftirlit og við erum aðeins kannski að reyna að tala líka um forvarnir og hvað er þetta að gera í sambland við rosa mikið blaður. Tölum það aðeins
eins og bara brefi frá landlækni, nú eru bæði búin að hlusta og lesa, hvernig finnst þið það, þú veist, því núna held ég að hún hafi svolítið gefið þetta út, ekki bara, þú veist, auðvitað út frá þessari umræðu sem eiga sér stað bara allsstaðar, manna á milli og líka bara í fjölmiðlum, en líka út frá... En þegar þú talar brefi frá landlækni, þetta kannski ekki allir búin að, þú veist, lesa það, en þá erum við að tala af því að skólarnir voru hugsa adolescence þættina sem forvörð. Já, en út frá því að held ég, ef ég er að segja rétt, út frá því að Bretland, það var gefið út, þú veist, að þau ætluðu að sýna, eða það átti, hvort stjórnvöld góða út, að allir grunnskólar ættu að sýna nemendum, hvort það var á eldstastígi eða ég veit það ekki einu sinni, þetta, ég fekk alveg gæsa þú veist, allir grunnskólar, ættu að sýna þættina sem forvörð og bara þetta, og þú veist, auðvitað marga bjöllur bara leið og ég las þetta veist, og líka einmitt með forsætisráðherrann bara nú ætlum við að mynda nýja stefnu í menntamálum út frá þessu sjónvarpsefni eða þáttum. Já, forsætisráðherrann þá í Bretlandi. Í Bretlandi, þú veist. Þannig ég held að blessunlega hún hafi bara gripið sér til og bara strax gefið út. Já, hún sem sagt gaf út þarna fyrir embætti landlæknis að, þú veist, hún teldi þetta bara sagði bara nei. Senda alla skólastjórnendur. Já, sagði bara, þú veist, þetta væri ekki, þú veist, ekki forvarnarefni fyrir úlingan okkar. Það sem að, þú veist, þetta væri ekkit gagnreynd forvörn, eða þú veist, þetta væri bara sjónvarpsþættir. Þetta er ekki eitthvað gagnreynd. Sjónvarpsþættir eru náttúrulega tilgerðir sem skemmtun. Þetta var að vekja upp spennu og hug. En hún sagði samt sem áður alveg, þú veist, góðan punkt, þetta vakti alveg svona smá vitundavakningu bara fyrir þessu fyrirbæri skilur eftirliti. Í rauninni, í samfélaginu. 100%. Þú veist, ég held að það sé alveg margir sem að... Við getum náttúrulega lært af þessu og eins og mér fannst líka góðu punktur hvort að það hafi verið frá henni eða annari konu innan embættisins. Já, þú veist. Það er margir búin að tjá sig eitthvað það er margir, já. Og að þú veist, svo verða kannski foreldrar að taka upp fyrir sjálfum sér og þú veist, hvort að þau vilja horfa á þetta með barninu sínu eða þú veist, úling. Þau þekkja best á sitt barn. Og þú veist, og þá kannski er meira hægt að stoppa og sýna og kenna og koma með umræðu og veist, þetta væri kannski þó að kennarar séu fullfærir og faglegir að þá kannski eru þeir ekki með öll bjargráð fyrir einmitt viðbröðunum sem kannski uppkoma. Þú veist, að því það er ekki bara þetta síns að þætti og svo bara, hvað næst? Það þarf náttúrulega að vera einhver eftirfylgni og það þarf að vera eitthvað, þú veist, hvað ætlum við að gera ef einhver bara bregst í grát, hvað ætlum við að gera ef einhver bara opnar á eitthvað sem gerðist fyrir viðkomandi þegar hann var yngri. Þú veist, við vitum ekki að getur verið fullt af áföllum sem börn eru, þú veist, að glíma við eða þú veist, hafa lent í sem að getur poppað upp eftir að horfa á eitthvað svona. Já, og líka bara hræðsla, þetta voru mikið, þú veist, ef að ég ætlaði mér að bara sýna þess þætti og síðan bara, þú veist, kannski með eitthvað 5 mínútna, 10 mínútna umræðu í lok tímans, skilur þetta. En þetta er svo bara 5 mínútur. Já, og svo kannski, þú veist, ég sé þetta alveg fyrir mig, þú veist, eitt barn bara alveg inn í sér, þú veist, þó æskilur bara hvað var ég að horfa á. Þú veist, þetta er svolítið svona hræðslu áróðurs, skilur alveg sammála, en ég er svona ánægð hvað þetta hefur vakið upp mikla umræðu eftirlit. Ótrúlega. Þannig að það er svona jákvæða punktur sem er eftir að taka úr þessu. En mér langaði líka að segja, ég var á svo geggjum fundi í skólanum í stelpunum minni. Þetta heitir svona líðanfundur. Þetta er eitthvað svona tengslatorg til að efla samskipti á milli skóla og foreldra. Ok, áhugavert. Og við fengum svo að senda 3 spurningar fyrir hennan fund og það var bara hvernig líður barninu mín í skólanum, hvernig barnið mitt félagslega statt og er eitthvað mikilvægt er eitthvað með barnið mitt sem er mikilvægt að aðrir foreldra veiti. Þannig að við gáttum bara, þú veist, einmitt lesið þessu spurningar, svo hittust við og fórum bara hringinn, sögum bara hvað barnið okkar heitir, hvernig líður í skólanum, félagslega staða og síðan er eitthvað mikilvægt, þú veist, er barnið mitt að díla við kvíða. Var þetta eftir skóla? Nei, það var fyrir skóla, það var bara alveg morgunin. Ok, og var góð mætinga? Já, það var góð mæting. Vá, frábært. Og ég og stelpa mín er í, þú veist, 3. bekk, eins og við höfum sagt, en mér varst góð mæting og bara ótrúlega góð umræða. Þó var einhverjum foreldrar sem opnuðu sig á eitthvað erfitt sem hefur gerst fyrir barnið eða sem að fjölskyldan hefur lent í. Bara, þú veist, og þá getur líka aðrir foreldrar að tekið tillit og svona og fórum bara aðeins og þú veist, það var sko svona ótrúlega góð umræða. Og var þetta á vegum skólans? Og það var á vegum skólans. Það var skóla, þú veist, kennarinn satt með okkur og aðstoðarskólastjórinn og
Og var þetta eitthvað svona bekkjarátaka eða var þetta á öllu stínu? Já, þetta sem sagt, þetta var tilraunaverkefni held ég fyrir einhverjum 2 árum og nú var verið að gera þetta bara í öllum bekkjum. Vá, Í þessum skóla? Já, í þessum skóla. Vá, hvað þetta flott. Og mér finnst þetta eitthvað sem ætti að vera bara allstar því þarna líka eru foreldrarnir að skapa smá tengslanet við hver aðra og við tölum bara hvort allir væri með opið og mentor þannig að verið að ringja milli eitthvað kemur upp á og einmitt bara tölum þú veist samfélagsmiðla, tölum bara þú veist útivistarreglur og bara svona þetta var rosa gott samtal og líka bara að tala bara hvernig börnunum okkar líður og það var rosa marga strákumömmur að bara opna sig á bara já hann svo með svo sterka tilfinningar og oft svona lítill í sér og eitthvað svona og þær voru svona já mér varst það geggi, þær voru gett bara svona viðurkenna tilfinningar strákana sinna sem að bara svona mega alveg vera þannig. Ó, geggjað. Já, þannig, mér finnst þetta bara, þetta var algjör snillt. Ég vonið að sjá hverju ára, ég ekki alveg klár. Nei, akkurat. En þetta eitthvað svona sem að vera til, já. Bara innleiða í öllum skólum. Já. Þetta frábært. Það þeir líka bara geta fengið, þú veist, hjálp frá okkur öðru, þú veist, ef það einhver útúr, þú veist, eins og hefur kannski verið í svömmu bekkjum, bara jánur að upplega sér rosalega útúr og það voru kannski foreldrarnir betri þegar þeir eru svona lítil í að grípa boltan að bjóða, þú veist, á þessu barni með, heldur en þær sjálfar. Þú veist, þær eru bara í 3. bekk. Þannig að, já, mér finnst þetta allavega geggja framtæk frá skólanum. Vá, frábært. Þetta er það kannski góður liður inn í eftirlitið og það sem við ætlum að koma með þessi ákveðin, að þú veist, hvað hægt að gera? Þessi hænýtur ráð sem við erum búin að lofa að koma með. Þú veist, þá þetta ótrúlega góður. Fá skólan til að vera með fund. Nei, en bara þetta samstarf. Já, þetta samstarf heimilis og skóla. Já, þetta kannski ákveðin rosa góður og valid punktur sem að mætti örglega, ég held að allir getur tekið til þess, þú veist, mætti efla meira þetta samstarf sem skipt svo miklu máli einmitt og er alveg partur af eftirlitinu að við séum að þú veist, fylgjast að svona og já, við ætlum að tala um eitthvað líka hagnýtt, mér finnst svo góða punktur að þú veist, aðlaga umhverfið til að hafa betra eftirlit eins og til dæmis, þú veist það bara skiptir öllu máli já, og hafa svona fastar stundir, þú veist, hafa kvöldmat það sem allir setjast saman það eru þú veist samræður á börnin, opna spurningar og við séum að búa til svona hérna bara tíma til að tala saman þú veist, þetta er einhvern veginn allt í dag, það er svo fljótt þú þarft að fara heim, þarft að taka til elda matinn, fara í búðina, þú veist ef þú býrð ekki til inn í bara þinn ramma, einhver svona gæðastundir þá verða það ekki til eða verða rosalega svona tilviljunarkenndar og ég finna margir og bara kannski, þú veist, ég get alveg tekið þetta tíma líka þegar maður er svona, hvenær á maður að finna tíman þú veist, það er svo mikið að gera og hérna, og svo, þú veist og eins og í mínu tilfelli þá hef ég séð að börnin mín eru bara, þau eru ekkert sérstaklega gjörna að vilja tala beint eftir skóla þegar maður er kannski enn með orkuna en vilja síðan bara taka spjallið korter í svefn og maður er svona ég er að bíða eftir að komast niður og hálfa á Love Island og fá mér þú veist, 7up og nammi mitt eða eitthvað bara fara að sofa, góð nótt en maður verður, þú veist maður byrja ábyrgð þetta er okkar hlutverk og við verðum bara, held ég, að gefa okkur plásið og finna tíman þú veist, og bara ok ef það hentar barninu mínu betur að taka hálftíma, 20 mínútur og ég held að þurfi ekki oft nema bara eitthvað korters já, sérstaklega við þetta þú veist svona daglega skilur já, að bara að gera ráð fyrir því ok, veist, þá fer hann bara aðeins fyrr upp í rúm og maður gerir ráð fyrir að þá kemur þessi munnræpa fram veist, korter í svefn en svo er það líka þannig þegar maður leggst að kottan þú veist, ég finn það loksins þegar maður leggst að kottan þá byrja hausinn minn oft bara að spumna bara já, þetta var í dag svona æskilur já, ég tengi ekki að því ég leggst að kottan 3 mínútur svo vá, hausinn minn er bara alveg miljón slöknar að mér þegar ég leggst það lítur að vera næs það er næs en þetta, þú veist bara já, og skapa þessar stundir að því þessar stundir bara þú veist, koma ekkit endilega yfir daginn og hvenær sem er, hvort sem það er yfir kvöldmatnum og eðlilega er það rosalega svona þessi gamla góða venja já, þetta er alveg gæðastund þetta er gæðastund og hérna en bara að finna, þú veist, því við erum rosa, þú veist, við erum alls konar og ég meina sumir eru kannski í vaktavinnu og eigi ekki þessa stund á kvöldin með börnunum sínum alltaf, að bara finna samt þennan tíma við erum að tala um, þú veist, ég fann einhverja niðurstöður á rannsókn að þú veist, það þarf ekki nema bara hvort það var 10 mínútur á dag
10 mínútur á dag Já, þetta með alltaf barninu ekki þínu. gefið 10 mínútur. Þetta svo ógeðslega lítið, ég meina nú ferð þú í vinnu og daginu þeirra byrjar, það byrjar hjá flestum klukkan 8 og þau eru á stofnun og eru að gera sitt í einhverja allavega 6 klukkutíma, þá eru frístundinar og þá eru æfingarnar Leika við vini og þannig að 10 mínútur, það ekki meira en það. Já, líka bara ef við ætlum að hafa þetta eftirlit og og vera, framfylginni því, að því síðan allt í einu verða úlingar og við erum, oh my god, við verðum að vita bara hvernig var dagurinn, ef þú ætlar allt í einu þá að fara að skapa ótrúlega mikið, og þá eru þau kannski bara svona, nei, þú ert bara ekki búin að, þú ert bara búin að vera menn stjórnandi, alltaf að segja mig til, af hverju ætti ég núna eitthvað að vilja opna mig fyrir þér, þegar ég hef ekki fengið rými til þess. Akkurat. Þetta byrjar og endar á tengslum. Að mynda þessi tengsl og halda í tengslin. Já. En auðvitað bara þessi festa og þessi, þetta, hvað kallast þetta, bara mildi. Nú var ég á hann eitthvað agavandamál, það svo mikið agavandamál í samfélaginu. Þetta skiptir máli bara þetta balans. Að búa til þetta fallega góða samband við barnið þitt, en sömulegis setja mörkin. Já, 100%. En ég held nefnilega að þú getur ekki ætlast til þess eins og bara ef við förum aftur tilbaka í skólastofuna eða það, bara ætlast til þess að setja harðar reglur og að nemendur framfylgi þeim ef þú ert ekki búin að mynda þessa tengingu. Þetta skipt svo miklu máli og halda því áfram í úlingsárin. Að þú sért ekki alltaf þessi foreldri með boð og bönn eða eins og sérstaklega og það ef við förum aftur og tölum svona út frá samengi adolescence, að þegar börnin okkar og drengir og drengir og stúlkur og öll kynin fara ég að bara spyrja okkur út í kynlíf eða fara að spyrja okkur út í alls konar þessi viðkvæmi mál, að þau geti leita til manns, að þau sé ekki bara nei, mamma bara að fara að trulliða mig eða mamma bara, mamma að fara pappi að fara að flissi í andliti á mér og að þið þori að þið þori, ég get alltaf bara að tala alltaf bara fyrir sjálf mig að ég fór beint í að ljúga sem úlingur og ég held að maður sé svolítið gjarna á að fara ángað, ég veit ekki, ekki það, mamma elskaði mér rosa mikið og við höfum alltaf haft gott samband og talað og en ég bara, það eins og, ég veit ekki, ég hafði bara þessa tendens að bara, ég bara hlífinni, hún ekkert að fara að skilja þetta og hún ekki, hún kannski alveg æfattur mig. Já, það er svo mikilvægt að við, myndum þessi góðu tengslu börnin okkar og við höldum því áfram og pössum okkur aðeins þegar þau byrja að verða úlingar að við séum ekki bara ennþá bara einhver ótrúlega mikil stjórnandi, heldur við séum við svolítið, við erum svona, hvernig ég orða það, við erum auðvitað að setja skýr mörk og eitthvað svoleiðis, en við þurfum samt líka að geta bara tala við börnin okkar sem svona á bara svona svolítið virðinga á fullan hátt, þau eru hún eldri, þau eru komin með bara meira sjálfræði og bara svona við þurfum að svona, þetta er svona fín lína. Þetta er fín lína út af því á ákveðnu tímapunkti þá hættu við að vera stór stjörnunar í lífið þeirra og jafningarnir fara að taka við. Þeir fara að vera mikilvægustu aðalennir eða skiluru. Já, 100%. Manneskjurnar í þeirra lífi, á ákveðnu tímapunkti. Og þá verður við svolítið að vera búin að mynda þessi tengsl. Já, einmitt. Og þess að gæðastundir. Já. Og halda þeim áfram. Já. Og halda í þetta, ég held að það skiptir gríðarlega miklu máli. Já, og svo ég fara aftur inn í kvöldmatastundunar að þegar nú hefur maður heyrt að úlingadrykkja er orðin rosalega mikil og að úlingar séu að drekka beint eftir skóla, og ég tala um grunnskóla og séu að drekka þá af því þeir þurfu ekki að koma heim í kvöldmat síðan koma þeir heim bara þegar útivistartíminn segir þeim að koma heim og þá er það kannski búin að vera að drekka einhver tíma láta svo síðan svona aðeins renna af sér áður en að koma heim og fara beint inn í herbyggi. Já, ég er búin að heyra þessu nýja trendi þannig að þarna getur mögulega að koma yfir veg fyrir þetta eða þá allavega gripi barnið í þessum aðstæðum ef það þarf að koma heim í mat, það er bara skylda þannig að að hafa eitthvað svona hafa einhverja fasta reglur en samt alveg gefa rými fyrir við erum að fara í bíó, skilur bara, þetta fara með öllum í bíó, skilur en þarna kemur inn á eftirlit að fylgjast með því hvað barnið þetta er að gera. Og ekki bara eftirlit, ég held bara, öryggi felst líka í þessum föstum venjum. Já, algjörlega svona yngrum rútínum. Já, akkurat, þessari rútínu.
og líka bara að gera eitthvað saman. Já, samvera svo mikilvæg. Já, við erum alveg bara undir strikun. Já, algjörlega. Æ, þú veist, líka bara, þú veist, að því nú við báðarinn verið að vinna í skólum og verið og erum að vinna í skólum, eigum börn, þannig að þetta er svona, ég veit ekki, þetta ristir maður svo mikið, skilur þú veist, maður pælir svo mikið í þessu. Rosalega. Þú veist, bara af því að þú veist, börnin sem maður að kenna og svona, það verða svona smá börnin manns líka, skilur, þannig að maður hugsar alveg út í þetta, ég veit ekki, þetta er svona, ég held að þetta sé bara mjög átækjanlegt fyrir bara alla, sko. Ég vil sammála. En ef við eigum að enda á einhverjum góðu nótunum. Já, einhverjum svona við erum núna góðum punkti. Búin að tala svolítið eftirliti, við erum búin að tala rútínur og venjur, en og þessu samstarfi skipt svo miklu máli. Já. En bara, já, þessi þættir og já, ég var hissa yfir mörgu, en enga sigur þá kenndi þetta mér líka bara, eða kannski svona fær mann aftur til að setja sig í stellinga, bara já, minna sig á, bara hvað skiptir miklu máli, taka utan strákana okkar, stelpunnar líka, þú veist, en það fá ofta að taka meira plás, æskilur mig, það fá að vera meira þessi viðkvæmu blóm og svona. Nei, en líka þessar ákveðnu, það svolítið, við erum svolítið að íta í þetta, bara já, vera ákveðin, segja það sem þér finnst. Já, og mér finnst bara svona eðlilega að stelpur séu svona viðkvæmar og litlar í sér og eitthvað svona, við erum alltaf svona harkaðir, þú veist, við strákan okkar. Já. Þú veist, og það er að tala bara svona heilt yfir, ekki segja við séum þannig, við erum alltaf alveg fullkomnar. En þú veist, já, bara taka þetta börnin okkar og bara styrkja tengslin. Ég held að við getum, já, ég held að bara endaði svolítið þar. Allir verið sammála það. Já. Reyna minnst 10 mínútur á dag. Já, algjörlega. 10 mínútur á dag. Gefa sér tíma, hlusta. Og ekki þessi óbeina hlustun. Þú ert í símanum bara, já, elskar mín, það er gott, já. Bara virkilega hlusta. Krakkaskaupinu, horfður það. Ég er búin að horfa að geta loft. Það er bara svo langt síðan. Já, ok, ég er ekki langt síðan mér. Þegar að, mamman er að spila, Scrabble, þetta er ekki það, með barninu sínu, og er þú veist, í símanum og bara eitthvað, taka myndir, bara eitthvað skjálastími og þetta er eitthvað svo. Jú, ég man eftir að ég var í kasti. Þannig að ég veit bara leggjum hann, bara lesa síma frá okkur, við erum fyrirmyndir og eigum þess að gæðastund með börnunum, 10 mínútur á dag. Áskorun njútið, okkur bara 10 mínútur á dag. Heldur betur. Allavega eiga þetta interaction, þú veist, opna samtal, opnar spurningar. Opnar spurningar, nákvæmlega, það er góða punktur. Án judgment, engin skömm, þú veist, þetta er svo mikið, við erum svolítið föst í þessari skömm. Já. Getum verið. Og líka bara stundum, bara eins og þú veist, að taka fram í fyrir börnunum okkar, eða vera með leiðandi spurningar, eða það var ekki gaman í skólanum í dag. Ég skal taka það til mín, þú veist, ég gef börnunum mínum alveg rými á hvern einsta dag, en þetta, Guð, ég er búin að missa það sem ég ætlaði að segja. Ég sagði leiðandi spurningar eins og ég segi svo ofta barnið mitt, var ekki gaman í skólanum í dag? Já, það er svolítið leiðandi spurning. Já, í staðan bara, hvernig var í skólanum í dag? Akkurat. Hvað gerðist í skólanum í dag? Þú veist svona, já. Það var bara svona on the tip of my tongue. Já, og svo greip ég fram fyrir þér. Nei, þetta er alltaf góð. Já, oh my god, það er alltaf koma. Ég gríf svo fram mér fyrir börnunum mínu. Þau eru farin að vera eitthvað, nei, nú ég mamma, nú ég, manstu, nú ég. Og ég stundum alveg talandi svona tilfinningastjórnun og þú veist, við þurfum að kenna þetta. Ég er alveg, já, þú veist að segja? Bara, hald í þér bara. En ég hrósaði fyrir bara, já, þau verða að láta með mig vita. Ég get líka gripið fram í eins og þeir og við erum, þú veist, öll svona ADHD tendensar í okkur öllum, við erum svona, þurfum alltaf að tala og bara ekki gripa fram, ég var með orðið og þetta er það að segja, vákvæmt að finna að þú komst bara akkurat með það. Ég get tekið það til mín, kæra hlustendur, að hætta að grípa fram í fyrir börnunum mínu þegar þau eru að tala. Þegar þau eru að segja frá okkur út að ég er svo fljóta alltaf að koma með eitthvað ráð eða input eða þú veist, að við erum ekki að grípa fram í, leyfa þeim bara að tala þó að það fara í miljón skriljón hringi, bara leyfa þeim að tala. Ég stundum alveg bara, og líka bara því þú veist, þau þurfa að finna við sem að hlusta. Ef við erum alltaf að koma einhverjar spurningar að spyrja einhverju öðru, þú veist, að frekar þá bara, þau eru að segja eitthvað og við endurtökum það, bara já, ok, fannst þér leiðilegt þegar að þetta gerðist, ok, ég skil það, þú veist, hann að við séum frekar að bara umorða það sem þau eru að segja
eða við séum að endurtaka þannig að þau finni já, ok, mamma að hlusta mig. Og ég held að þau fái, þú veist, við getum alveg talað svolítið mótspyrna eða mótlæti eða eitthvað, þú veist, þau fái örugglega þetta svolítið oft, þú veist, bæði frá kennurum, foreldrum, svolítið öllum í kringu sinni, maður kannski ömmu og afa eða eitthvað, sem hafa kannski svolítið meiri tíma, þú veist, bara þetta að þurfa að koma með ráðin, drífa þetta af, þú veist, bara, já, bara, ég er að fara að elda. Vertu góð við hann, segðu bara fyrirgefðu, þú veist, þetta. Svo bara, þú veist, skiptið ykkur í tvennt. Já, og ég sé, eða bara, farð þú í þitt herbergi og hann í sitt og bara svona, bara smá pása, bara, þú veist, já, ég get alveg verið þarna já, en þú veist, og ég finn það börnin mín, þau verða svo reið þessi reiði, bara svona þú veist, maður getur ímynda sér bara svona tókstreitan og allt þessi streita sem að myndast í líkamann þeir eru bara, oh my god, bara leiðinu mér að tala þú veist. Já, þau þurfa bara að fá að taka pláss og þau þurfa að fá að taka pláss hjá okkur og, þú veist, þannig að við bara hvetjum alla hlustendur til að læra af okkar einslu hætt að grípa fram í fyrir börnunum sínum eins og ég 10 mínútur á dag með börnunum í geðastund, engin sími og bara opna spurningar, virklustun, ekki grípa fram í fyrir þeim. Akkurat. Og bara, já, er þetta ekki bara fýtt punktur til að enda þetta hjá okkur? Jú, ég held það. Þetta er ógeðslega gott hjá okkur. Við getum náttúrulega að tala endalaust allt. Já, og ekkert. Og við kannski hvetjum bara þá sem er að hlusta að fylgja okkur á Instagram og TikTok. Við erum ekki byrjaðar á TikTok þannig við ætlum þetta er að mallast það. Já, þetta er alltaf malla en við lofum skemmtilegu kontenti og fræðandi á allra næstu dögum. Ekki? Yes. Sem að pressa okkur. Já, það er mikilvægt. Til, já. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.